Í fyrri dag var djákni einn á myrkra Eyjafirði, ekki það skyti hvað hann hét. Hann var í þingum við konu, sem Guðrún hét. Hún átti að sumri sögn heima á Bægisá, hinum megin Hörgár, og var þjónustustúlka prestsins. Þar djákninn átti hest gráfókstan og reið honum jafn, það kallaði hann Faxa. Einhver sinni bar svo litlu fyrir jól að djákninn fór í Bægisár til að bjóða Guðrúnu til jólagleði á Myrká og hét henni til að vitja hennar í ákveðni tíma í að fylgja henni til gleðar aðfangadag kvöld jóla. Dagana áður en djákninn fór að bjóða Guðrúnu hafði gjörsnjóka mikla íslur, en það sama dag sem hann reið til Bægisár kom Ásláka Leynising, og þegar leið daginn varð áin ófær fyrir jakkaferðum og ætlaði að áin myndi enn liggja sem fyrr. Hann komst fyrir Yxnadalsá á brú, en þegar hann kom til Hökkará hafði hún rutt sig. Hann ríður því fram með henni uns það kemur fram á mót við Saurbæ, næsta bæ fyrir utan Myrká. Þar var brú og áni djákninn ríður á brúna, en þegar hann kom á hana miðja prestur hún niður en hann fór í ána. Morguninn eftir, þegar bóndinn á Þúfnavöllum reis úr rekkju, sér hann hest með reiðtygjum fyrir neðan túnið og þykist þekkja þar Faxa djáknans á Myrká. Hún verið bylt við þetta því hann hafði séð til ferða djáknans ofan hjá daginn áður, en ekki orðið var við að hann færi tilbaka og grunaði því brátt hvað vera mundi. Hann gengur því ofan fyrir túnið, var þá sem hún sýndist að þar var Faxi allur votur og illa reika. Gengur hann síðan ofan af ánni og ofan á svokallað Þúfnavallanesi. Þar finnur hann djáknan rekinn örenda á nesinu við framanverðu. Fer bóndinn þegar til Myrká og segir tíðindin. Djákninn var mjög skaddaður á höfðinu aftanverðu af ísjaka hann fannst. Var hann svo fluttur heim til Myrkár og grafinn í vikunni fyrir jól. Aðfangadaginn var bara að dyrum hjá Guðrúnu. Þjónustustúlkan fór út en kvaðst ekki hafa séð neitt. Sagði þá Guðrún: Til mín mun leikur gjörður og skal ég að vísu útganga. Tók hún þá til hempunnar og fór aðeins aðra erminna en fleygði hinni erminni yfir öxlina og hélt í hana. Þegar hún kom út sá hún Faxa standa fyrir dyrum og mann hjá. Hún ætlaði að væri djákninn, ekki þess getið að þau hafi átt orðræmi saman. Þegar á leið sagði djákninn: Máninn líður, dauðinn ríður, sérð ekki hvítan blett í hnakka mínum, Garún, Garún. Sé ég það sem er. Þegar kom á Myrká, sagði djákninn: Bíddu hérna, Garún, Garún, menn ég flyt hann Faxa upp fyrir garða. Kíkir hún inn í kirkjugarðinn en sér þá opna gröf. Tekur þú því hún í strenginn á sáluliðinu og hringir bjöllunni, en við það verður tekið í hempuna og það djákninn dettur ofan í gröfina sína. Eftir þetta gat hún ekki sofnað og því þurfti presturinn að lesa alla nætur upp úr Psaltaranum. Skömmu seinna mætti djákninn aftur og gat enginn sofnað þá nótt. Var þá kallað til galdramanns úr Skagafirðinum. Lét hann grafa upp stein og lét hann síðan djáknann elta sig, hrindi hann honum niður og lét stein ofan á hann. Eftir þetta mætti hann aldrei aftur, en sagt að Guðrún hafi aldrei verið söm og áður.